Fyrsta fyrirsögnin í dag fengin af fréttasíðunni vísir.is, handtekinn í gær og les Bjarnapistilinn í dag. Þarna erum við konur í þetta mál sem að ég snerti aðeins á hérna í upphafi. Það að segja mótmælin, dómharkan og reiðin sem að gís upp í samfélaginu. Þarna einhver listakona, Margrét Rut Eddudóttir, veit ekki hvort hún sé á listamannalaunum, kemur málunum svo sem ekkert við, en hún var handtekin á mótmælum við Bessastaði. Hvenær var þetta? 10. apríl fréttin skrifuð, þannig að þetta 9. apríl sem hún var handtekin á mótmælum við Bessastaði og hún vil meina að það sé ofbeldi að Bjarni Benediktsson, nýr forsætisráðherra, fá að valsa valdastöður í íslensku samfélagi. Já, ég veit það ekki. Sumir myndu gefa því undir fótinn að þarna sé verið að downgreita hugtakið ofbeldi, ef svo má segja, að það sé verið að gera það merkingarlaust með því að tala ofbeldi í því samhengi að stjórnmálamaður settist í valdastól og hún skrifar sem sagt handtökuna og nýjan forsætisráðherra og það sem að hún lýsir sem meðvirkni með ofbeldi í skoðanagreininni ofbeldismenning í ríkisstjórninni. Orðið ofbeldismenning orðið ofboðslega vinsælt á Íslandi í dag og við erum með skonar reiða Facebook-hópa sem að bera titilinn ofbeldismenning þetta og ofbeldismenning hitt og Er þetta konarnas Halla góða? Nei, ég trúi því ekki. Akkur heldur það? Að hann giftur Margrét Rut Eddudóttir. Já, það er tilfellið, já. Ég hef ekki hugmyndið það. Já, áhugavert. En hún veist mjög ósátt við það að Bjarni Benediktsson fá að halda ótrautt áfram að valsa valdastöður þessara þjóðar óáreittur. Og ég veit ekki hvernig hún nákvæmlega lét handtaka sig þarna, en þið sjáuð að lögreglan með hana þarna í einhverjum tökum á myndunum þarna þar sem að hún hefur greinilega verið eitthvað hefur þetta verið ófriðsamlegt þó hún segja að mótmælin hafi verið friðsamlega á öllu leyti. Nokkrir mótmælandana hafa sest í götuna í mótmælaskyni af því þeim hafi verið ofboðið hvað Bjarni Benediktsson fá að valsa undir bla 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 bla. Þetta fáránlegustu mótmæli heimi að sitja á götur sko. Já, oh my god sko. Svo ég heyrði líka þegar hún Katrín Jakobsdóttir var á leið til Bessastaða úr forsætisráðuneytinu til þess að hvort það hafi verið þegar hún var að biðjast lausnar eða eitthvað. Þá var þar hópur fólks fyrir utan, berjandi á glugga og öskrandi og æpandi og gargandi og argandi og lögðust svo í götuna einhverju þrír sem ætlaði að fara fyrir bílinn og örguðu svoleiðis og görguðu á hana. Það þannig orðið í dag að við þurfum, allavega nokkri ráðherrana þurfa að vera með sólarhingsvakt af sérsveitamönnum sem bara fáheyrð ný staða í íslenskum stjórnmálum og íslenskum samfélagi. Af því að fólk svo reitt og fólk svo brjálað og dómharkan svo svakaleg og einhverjum þetta veitna þá virðist þetta loða meira við svona vinstri væng fólks sem á vinstri vængnum og það alveg sama þá hvort að þessu stjórnmálamenn til hægri eða vinstri sem gera hinn meintu axarsköft að það eins og til dæmis harðasta gagnrýnin á Katrínu Jakobsdóttur kemur alltaf frá hennar eigin flokksmönnum og vinstrimönnum sem eru gjörsamlega fróðufellandi brjálaðir yfir því að hún starfi með Sjálfstæðisflokki eða hún leiði Bjarna Ben til valda eða hvaða á hún heita allt saman og þetta merkilegt að þetta fólk sem að ég hef heyrt stendur þarna dag eftir dag, viku eftir viku niður í bæ að mótmæla og virðist þannig séð vera bara atvinnu mótmælendur, ég veit ekki hvort að það sé einhver að greiða þeim laun annar en bara ríkissjóður sem að öllum líkindum þetta fólk bara á einhvers konar bótum en það er þá þakklætið sem að það sýnir fyrir uppihaldið bótum eða listamannalaunum bótum eða listamannalaunum að gerast atvinnu mótmælandi að arga og garga þetta er sérstætt ég meina Já, ég samt sko ég í grunninn sammálaðum sko. Ég finnst fáránlegt að Bjarni Ben sem forsætisráðherra. Það eru margir sem það og það er vegna þess að hann sagði af sér sem fjármálaráðherra fyrir 6 mánuðum síðan. Já, þú veist, það bara eitt af hlutunum fyrst mér sko. Mér finnst bara Og hvað hitt?
Mér finnst það bara, þú veist, þetta með Íslandsbankan, þetta með það aflandsreikningana, þetta með, þú veist, frænsemina, skilur og allt þetta, mér finnst þetta bara... Þetta er allt samt svo loðið. Já, þetta svo loðið. Aflandsreikningar, það er ekki ólöglegt að eiga aflandsreikningar. Nei, það er samt tæft og stjórnmálamaður. Já, þú veist ekki að borga skatta þessu. Já, það er uppi áhöldum það. Ég manna Sigmundur Davíð hefur alltaf haldið fram að peningurinn sem var inn á vindrisreikningunum að hann hafi verið gefin upp til skatts reglulega á hverjum einasta ársreikningi. Já, og það hefur enginn getað sem sagt, mótmælt því eða afsanna það. En ég er samt glaður með hans í forsætisráðherra út af einni mjög stóri ástæði að það er í boði Kötu Jakk. Þannig að allir þeir sem eru mótið því að Bjarni sé forsætisráðherra muni hver gaf hann forsætisráðherra. Muni það. Muni bara hvað þeir kusu og hvað þeir fengu í staðinn. Já, ég er þeirra skoðunar að þetta var þetta einhvern veginn sko pínu vandræðalegt að þurfa að segja af sér sem fjármálaráðherra, en hann sagði af sér sem fjármálaráðherra var það ekki vegna þess að umboðsmaður Alþingis komst að því að það að pabbi hans hafi keypt í Íslandsbanka í þessu útboði sem að fjármálaráðherra var ábyrgur fyrir, að það hefði ekki verið einhvern veginn sæmandi og það finnst mér vera mjög svona veik, ég vil bara segja alveg eins og er mín skoðun, mér finnst það vera mjög veik ástæða til þess að krefjast þess að ráðherra segja af sér, hann hefur ekkert að gera með það hvað pappans gerir og pappans er ekkert að pæla í hvað sonur sem gerir, þú veist, og pappans er bara einhver fjárfestir, fagfjárfestir með einhverja gaura sem að sjá eignirnar hans og kaupa og selja og þú veist, þetta er eitthvað brot sem hann kaupir, þetta er algjört non-issue. Já, þetta væri alltaf þess að hann fengi fyrstu kaup, skilur, og fengi á mikið betur díl en aðrir, en það var ekkert þannig, hann var bara... Það var einhver slíku til að dreifa og þannig að fyrir það fyrsta þá fannst mér afsögn hans sem fjármálaráðherra vera á veikum grunni að þú veist, þurfti ekki endilega að koma til þess. Og svo er það hitt að það er öðruvísi stjórnmálamenning hér á Íslandi heldur en á Norðurlöndunum til dæmis, það sem að við erum að sjá núna ráðherra þurfa að segja af sér af því að það kemst upp framhjáhald til dæmis? Já, framhjáhald eða mann eftir einu sinni þá var einhver ráðherra sem að fór í gegnum fríhöfnina í flugstöðinni og keypti sér Toblerone á kreditkort ráðuneytisins og hún þurfti að segja af sér. Nú svo eru að sjá norska ráðherra í vandræðum sem eru að segja af sér út af því að það kemst upp að þeir hafi stólið einhverju í meistarritgerðum sínum í háskólanum eins og þetta falagerði í CBS, Copenhagen Business School. Þetta eru afsagnar ástæður á Norðurlöndunum en við hefum... Er það ekki bara Árni Jónsson sem sagði þessi að hann var dæmdur í glæp? Jú, ég man ekki eftir. Og það er náttúrulega mjög afgerandi og hann var enda ekki ráðherra. Þú veist, þú mátt ekki sitja á Alþingi Íslendinga, það er bara í stjórnarskránni eða þú ert með brot. Og þannig að það var alveg mjög afgerandi. Hitt er allt bara loðið og við höfum ekki búið við þá menningu að ráðherra segja af sér lónadón. Kannski ætti það að vera þannig en þegar að Bjarni stígur til liðar sem fjármálaráðherra út af einhverjum titlingaskít sem að ekkert var, að þá er ekkert sem segir að hann get ekki sest í stól annað ráðherra embættis sem að hann nú gerði og síðan er hitt einmitt að í þessum ríkisstjórnarhópi að við höfum að velja hver er sem sagt hæfastur eða með mestu reynsluna, mesti leiðtoginn í hópnum. Hver er mesti leiðtoginn í þessum hóp þegar Katrín Jakobsdóttir er farin frá? Það er auðvitað engin annar en Bjarni Benediktsson. Það er bara, hann er mest áberandi leiðtoga efnið og er hreinlega búin að vera leiðtogi þessar ríkisstjórnar þó hann hafi ekki setið í forsætisráðherra stóli og allir þessi trillingur sem við sjáum þetta er að skrifa undir eitthvað svona skjal sem að þetta mun aldrei leiða til þess að Bjarni stíði til hliðar, þú veist, eins og ég sagði áðan, það er þannig að kjörnir fulltrúar eru kosnir á 4 ára fresti og þeir geta alveg verið í miklum mótvindi á einhverju tímabili kjörtímabilsins án þess að þeir þurfa að taka það einhvern veginn, já nú er ég óvinsæll, þá stíði til hliðar, það virkar ekki þannig, þú átt þessi 4 ár og átt að eiga tækifæri til þess að ef þú ert óvinsæll þá átt að eiga tækifæri til þess að reyna að vinna það upp. Þannig að í mínum huga ekkert óæðilegt við þetta, þú veist,
ég skil alveg að þetta er ekki venjan á öðrum Norðurlöndum, en undirskriftar skjalið sem slíkt að þeir sem að skrifa á það, ef þeir halda að þetta leiði til þess að Bjarni fari frá, og þá er það mest í miskilningur. Já, hann er aldrei, það er eitthvað 50.000 manns sem skrifa undir, ég er bara að segja mér sko. Nei. Aldrei að fara að gerast sko. Það er aldrei að fara að gerast, og auðvitað er þetta bara svona persónulega niðurlægjandi fyrir Bjarna og það er það sem þetta fólk kannski vill. Þetta eru mörg lítil snjókort sem vilja skapa stórt snjóflóð, og ég veit ekki, ég hef alltaf verið ég hef ekki alltaf, ég er lík því. Það var nú alveg árum áður sem ég var mjög yfirlýsingaglaður og skrifaði undir alls konar svona mótmælalista, en fyrir mörgum árum síðan hef ég algjörlega hætt þessari dellu. Mér finnst þetta bara, mér fullir virðingu fyrir þá, þetta er ein leið til að lýsa yfir óánægju sinni, en ég meina, önnur leiðin er bara einfaldlega svo að kjósa eitthvað annað í næstu kosningum, og það er svo leið sem við höfum valið fyrir íslenska stjórnkerfi. En svona er þetta, allir brjálaðir, argandi og gargandi og atvinnum mótmælendur sem að þiggja laun frá ríkinu við það að mótmæla og bíta í höndina sem að þeim gefur. Þetta er merkilegt.